Velkomin í Lyklavöldin, Baldvin Erla Björk. Takk. Bara svona fyrir, það þekki ykkur allir, Baldvin Þór Bergsson, þú ert ritstjóri allra fréttatengda þátta upp á RÚV. Já. Erla Björk Gunnarsdóttir, þú ert búin að vera fréttastjóri hjá Sýn og ritstjóri frétta þar. Og þeir eru búin að vera í endalausum kosningasjónvarpum í gegnum tíðina, umræðu þáttum, kryddsíld og vera með pólitíkina alveg einhvern veginn, bara vakandi og sofandi í gegnum árin. Ég ætla að fá okkur til að spá á eftir. Það er aðal til að koma út í verðlaununum mínum. Já. San Pellegrino Cassi, sá sem hefur rétt fyrir sér. Skrifstofuhúsgögn, A4, dreymir eitthvað svona nýtt í rit höfundaherbyggið. Húsgögn fyrir Jysk og svo fáið þið auka krónur frá TM. En byrjum aðeins á pólitíkinni. Mig langar aðeins að spyrja vegna þess að fyrir ári síðan var þessi ríkisstjórn með alveg óbúslegan meðbyr. Nú er eins og sé fjara undan henni. Hvernig horfir þetta við þér? Já, maður finnur að það er svona áskoranir að koma upp, en maður finnur ekki að sé fara að koma sprungur á milli leiðtogana þriggja. Maður er allavega ekki farin að sjá það. Það halda allavega andliti út á við. En þetta er bara, nú er þessi stýrivaxtahækkun náttúrulega er erfið fyrir þessa ríkisstjórn. Þessi umræða Evrópusambandi er erfið út af því að það er náttúrulega verið að rifja upp hvar Kristrún og Inga stóði þessu í kosningabaráttunni og fólk er svona að finna núningin á milli þeirra þriggja út. Þetta er búið að vera hveitibrauðs, dagarnir þeim er lokið. Ég myndi held ég bara segja það svona, en ég menna það er líka að verða hálnað tímabili eða 1,5 ár búið af 4 og það er kannski alveg eðlilegt að fara svona aðeins að hætta rómantíkin og orðið svolítið alvöru, en er þetta ekki bara eðlilegt ferli hjá ríkisstjórn að eftir 1,5 ár þá fer að sjást betur á spilin, það fara að koma upp, það er ekki bara gleði og gaman og það fara að koma upp meiri erfiðleikar, þannig ég held að þetta sé alveg eðlilegu tímapunktur. En þá velt maður fyrir sér hafa þau bara hreinlega brugðist öll þessi loforð og þessi stóru orð sem voru viðhöfð, var engin innistæði mitt fyrir þessu? Þau fóru mjög svona kókraust inn í þetta kjörtímabil, þau lofuðu mjög mörgu, sögðust alltaf að gera svona stórar kerfisbreytingar mjög víða og ég velti því fyrir mér, ég var nú að svona ræða við fólk sem að er innan stjórnsýslunar sem að og bara svona ræða við það hvernig þau hafa komið þar inn, hvernig þau hafa komið inn á þing, hvernig þau hafa gengið að koma einhvern veginn málunum í gegn og þeir sem ég ræddi við voru svona sammála að það hefði eiginlega komið þeim á óvart hversu illa þetta hefði gengið hjá þeim. Já. Að kannski vantaði einhvers konar stjórnkænsku, þetta er í þessum hópi, þetta eru fáir sem hafa setið í ríkisstjórn áður, fólk sem hefur kannski ekkit endilega mjög langa þingreynslu, það var kannski svolítið vantað einhvern veginn svona strategíu þegar kemur að því einhvern veginn að raunverulega koma málunum í gegn. Og ég held að það sem við að sjá gerast núna er það að miðað við skilaboðin sem komið frá bæði Daða og Kristrúnu í gær, sem að mér fannst þau tala öðruvísi heldur en það hafi gert hingað til. Kristrún stígur eiginlega fram, birtir nærmynda sjálfri sér á Facebook, það sem hún segir bara, heyrðu, við erum bara í mjög erfiðri stöðu, nú þurfum við bara að fara að einhvern veginn, við þurfum að bregðast við þessu, við þurfum að gera þetta saman og þessi nærmynd sagði mér, heyrðu, hún er að setja sjálfa sig, sína persónu, sínar vinsældir svolítið á segja, ég ætla að gera þetta. Þannig að ég held að við séum að horfa upp á þann tímapunkt núna að ef að þær aðgerðir sem að þeir eru búin að boða og Daði segir að í fjármálaáætlun í næstu viku, þá munum við sjá einhvers konar frekari eins og hann sagði, sársauka fullar aðalsaðgerðir. Ef þetta skilar ekki árangri hratt, þá held ég að við gætum farið að sé að það svona súrni mjög fljótt og ég held að meðbyrinn sem að þessi ríkisstjórn hefur haft og kannski sérstaklega Samfylkingin, ég held að núna séum við komin á þann stað að þau þurfa að fara að skila raunverulegum árangur þegar kemur að vöxtum og verðbólgu ef þau ætla að reyna að halda þessari stöðu. En það tekur svo langa tíma og við höfum kannski enga stórkostlega þolinmæði og líklega hefðum við ekki kosið þau ef við hefðum séð fyrir að ástandi væri 1,5 ári seinna með þessum hætti. Bara það er alveg stórt að Kristrún segi í gær að þau hafi farið, og glannalega eða einhvern veginn vanmeti stöðun, að það er ekkert oft sem þú sérð svoleiðis viðbrögð. En hvað þarf að vera hömbul til þess einhvern veginn að fá þjóðina aftur með þér
Mér finnst nefnilega að þetta hafa verið styrkleiki þessar ríkisstjórnar, það koma þarna kátar fram en það er eitthvað mannlegt og þarna fannst með Kristrún spild ágætlega að einmitt hafa þessa nærmynd og það er auðmýkt í þessari Facebook-færslu sem hún sendi frá sér og var skrifað upp úr öllum miðlum en bara það er fyrsta skrifið og allir svona, kannski hugsa fólki þeir eru að taka svo alvarlega, þeir eru ekki bara að afsaka þetta eða gaslýsa okkur með þetta en þá, einmitt, það er svona stuttu þráðurinn örgla núna. Það þarf örgla að fara að sjást eins og Baldur segir, bara svolítið fljótt, einhver árangur. Þegar við förum í aðgerðnar sem verður kynntar í næstu viku, þá verður það líka sásökafullt fyrir marga. Þá getur það skapa reiði ef þetta þýðir uppsagnir eða það er að taka eitthvað af dagskrá, einhverjum plönum. Þú veist, það er önnur vending sem þau þurfa að fara í gegnum. Jó, þau hafa alveg verið skýr með að mér fannst Kristrún bæði í kosningabaráttunni og eftir hún tók verið skýr með að það þurfi kannski að taka einhver sásökufull skref. Það hefur bara kannski ekki alveg komið að því fyrir núna. Þannig að við vissum það alveg ef þau ætla að hagraða mikið í rekstri þá þarf að taka erfiðar ákvarðanir. En á sama tíma eru þau með þetta frumvarpum örkjabætur að hækka þær tengja við vísitöluna og ég held að það muni jafnvel rísa svakalega upp mótlæti, fólk verði mjög á móti því og jafnvel meira heldur en hefur verið og umræðan muni aftur komið upp svolítið sterk og þau þurfa einhvern veginn að verja það betur, jafnvel. Já, það er miklu auðveldara og sérstaklega fyrir stjórnarandstöðuna að benda á einhverjar einstakar aðgerðir einstök frumvörp sem að kosta peninga á meðan þau hafa kannski frekar verið að leggja á einhvers konar kerfisbundnar leiðir til þess að annarkvort auka tekjur eða nánuðu kostnaði. Þau hafa kannski ekki bent á eitthvað eitt tiltekið atriði sem að þau ætla að gera til að raunverulega mæta til að mæta auknum útgjöldum í vegaframkvæmdum eitthvað svoleiðis, þetta var þessi veiðigjaldsumræða, en svona þau hafa ekki sömu spil úr á móða þegar kemur að því, þannig að ef þau ætla að maður hugsa bara út frá svona pólitískum skilaboðum, ef þau ætla að koma fram og segja að við erum svona heilt yfir að stilla mælana hinga og þangað, þá held ég að sé rosalega svona erfið og við getum sagt svona óljós skilaboð til þjóðarinnar og kjósenda að menna stjórnarandstaðan getur alltaf bent á einstaka frumvarp sem kostar pening. Það er miklu auðveldari spil að hafa á hendi. Já, þannig að þau þurfa kannski að koma með svona bara skýrari svör, bara við ætlum að gera þetta og þetta og þetta, rífa plásturinn af og geta þá bent á það sem aðgerðirna sem þau fór í. Þetta var svo, fannst mann minnlítið, mér fannst fín hugmynd að fá bara þjóðina með í einhverju svona hverju að skera niður og hverju að breyta, en svo virkaði það eitthvað svo máttlaust þegar að svona niðurstaðan lá fyrir og þó að þú sjáur ekki fyrir ástand til langs tíma eins og stríðsástand eitthvað slíkt, þá sá allir fyrir til dæmis launahækkanir. Það blasti við, þetta er bara kjarasamningar, þannig að mann finnst eins og fólk hafi einhvern veginn bara lappað áfram í blindni og ekki kíkt á mælana nægilega mikið. Er það ósanngjarnt að nálgast það þannig? Ég held að Daði verandi hagfræðingur sem hann ég held að hann sé nú alltaf að horfa á þetta, ég held að hann sé alveg með Excel-skjali þar sem hann með allar þekktar breytur sem að hann búin að taka tillit til, en ég veit það ekki, mann finnst auðvitað að maður horfar á þetta eftir á miðað við það hvernig þið fóru á stað, miðað við það sem við sögðum hallalaus fjárlög, svo einhvern veginn frestast það og gerast á næsta ári, mögulega sjáum við í fjármálaáætlun einhver svona skýrari merki það, en það vantar eitthvað herslu atriði held ég bara upp á að það að fá svona hvað getur sagt, að svona þorri almennings trúi því að við séum að stefna að það sé verið að gera það með beinum aðgerðum frekar að það sé bara eitthvað svona hægfara þróun En viðkvæmasti hlutin einmitt að það er búið að lofa háum útgjöldum uppbygging hjúkrunarheimila til dæmis samgönguáætlun sem að henni hefur nú oft verið kippt úr sambandi þegar að kreppir síðan þessi lífeyristenging, þannig að stjórnarandstaðan hefur verið svolítið að benda á að Flokkur fólksins sé að taka í rauninni bara útgjöldin og dundraðum upp í allar hæðir og þá hugsaðum við þetta til dæmis eitthvað sem að Daði
að lenda í vandræðum með þessi útgjöld að hann þurfi einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn í svona mótsögn með hans hugmyndafræði. Já, og þau séu bara hreinlega ekki fjármögnuð og þau séu að lenda í vandræðum með þetta en að samstarfi byggi á þessu. Já. Og maður hefur alveg verið að rifja upp síðustu þetta, býtu hvað var það aftur sem Samfylkingin vildi absolutt fá? Út af maður einhvern veginn sér Evrópusambandið og maður sér þessi útgjöld hjá flokki fólksins og maður svona rifjað upp. Hvað var það hérna sem var sett fyrst á borðið hjá þeim? Já, maður finnur minna fyrir því einhvern veginn. En núna bara komin tímapunktur hans sem reynir á, út af því sjáu það í haust, þá getur forsendur kjarasamninga verið brostnar og það lítur allt út fyrir það núna og það bara komið skjálfti í fólk og auðvitað vonuðustu til þess að ná þessu niður þannig að þetta myndi haldast þetta samkomulag sem var gert og svo á sama tíma verður þjóðaratkvæðagreiðsla Evrópusambandið þannig þetta haust alveg bara það alveg titringur í því skilji. En einhvern þarf að eiga frumkvæði einhvern veginn til að brjóta hana vítarhingu upp af því að það bara staðreynd að við erum í einhverjum svona hring þar sem allir benda á alla raunverulega, allir bera einhverja ábyrgð og svo verða að kalla þetta þjóðarsátt, hversu mikil stemning fyrir því? Þetta virkaði fyrir 30 árum eða hvað það var. Já, ég veit það ekki. Bjarni Benediktsson komin til Samtaka atvinnulífsins. Mér fannst hann tala sig aðeins í þá átt núna í vikunni þegar hann fer að tala það að líklega þyrftum við að koma upp þannig kerfi í tengslu við kjarasamninga viðræður þar sem samið einhvers konar pott, einhverja hækkun sem við höfum efni á og síðan því deilt innbyrðis á milli ólíkra hópa. Í grunninn það nálgunin sem að getur sagt kannski þjóðarsáttina sumuleyti byggði á, þetta það sem að fyrir nokkrum árum að tala sem Salek samkomulagi, þetta svona norræna vinnumarkaðsmódeli það sem einhvern veginn fólk einmitt gerir þetta ákveður svona heilt yfir hverju við höfum nákvæmlega efni á, það auðvitað þýðir til lengri tíma litið minni launahækkanir heldur en við höfum séð á Íslandi á síðustu árum en rökin þá á móti ættum við þá að sjá minni verðbólgu, minni efnahagsveiflur, þeir svona meiri stöðuleiki í öllu hjá okkur. Þannig að ef að samtök atvinnulífsins eru þarna, ég held að spurningin þetta hvað verkalýðshreyfingin segir við þessu. Þau hafa svona verið með misjafna skoðunir á þessu, ég meina Sólveig Anna fór að talaði mjög sterkt gegn þessu Salek samkomulagi á sínu tíma á þeim forsendum að það var ekki að hjálpa verst stöddu hópunum í samfélaginu, þannig að ég held einhvern veginn að lykillinn að því samtali einhvern veginn verður hægt að ná einhvers konar samstöðu það að einhverjir hópar, það verið tekið sérstaklega vel utan það, eru það verkakonurnar sem að Sólveig Anna tala mikið eru það kennarar eða hverjir það, ég held að séu ekki læknar, læknar tala mikið til þessum að þeir vilja fá hærri laun, en ég held að það sé ekki hópurinn sem geti hugsað, í þessu umhverfi, þá munum við koma sérstaklega vel út úr því, þannig að einhverju munu tapa. Já, en ég held að það sé líka bara rosalega erfitt fyrir verkalýðshreyfinguna að bjóða fram einhverja sáttarendi. Þegar stýrivaxtahækkun bitnar mest á launafólki með skuldsettar íbúðir og hús og matvarahækkar og á sama tíma eru bankar og eitthvað fyrirtæki að greiða sér arð og þetta svíður bara mikið, þau get ekki sagt við félagsmenn sína bara, nú þurfum við bara að harka okkur einu sinni en og meðan maður sér þetta út í samfélaginu, þannig ég held að ef það þyrfti að fara í eitthvað svona sátt, þá þyrfti að vera rosalega stuttur tímarammi. Að láta reyna á það með öllum. X langur tími og á sama tíma þá lækka vextirnir ört, fólk finnur mun á húsnæðislánunum sínum, þetta þyrfti að vera bara mjög svona afmarkað tími ef ég held það til þess að verkalýðsforingjarnir gefið svo séns og getur hort í augun á fólkinu sínu. Þannig fannst ef svo Ásgeir Jónsson til dæmis, hann var kritískur, hann bæði svona sparkaði hans í stjórnvöld fyrir gjaldskrárahækkanir og annað, hann talar launahækkanir. Ég velti því fyrir mig hvort að einhver sé samt tilbúin, til dæmis eru stjórnvöld tilbúin að breyta einhverju varðandi tollaumhverfið, varðandi gjaldaumhverfið og jafnvel fórna því að fjárlögin verði ekki hallalaus fyrir en eftir 2-3 ár, bara að það kannski þurfi þetta sé ekki að alveg mikið rétti tímapunkturinn til þess að fara í það markmið. Mér fannst hann gefið skyn allavega að það þyrfti fleira til en
afgangur á fjárlögum. Ég held að hluta þessu sé hérna, ég var svolítið hugsi, ég sat að viðskiptaþingi daginn þar sem að meðal annars forsvarsmaður í íslensku atvinnulífi kemur fram og segir við höfum aldrei náð umræðum atvinnulífið á sama stað eins og hún var fyrir hrun. Og þegar maður tala við fólk úr atvinnulífinu, forstjóra stóra fyrirtæki, einhverju sem í forsvari fyrir fyrirtæki eða greinar þar sem gengur mjög vel, þá maður skynjar að þau eru mjög ósátt við það hvernig umræðan svona heilt yfir atvinnulífið og hérna þegar einhver eins og fyrirtæki svo Hagar skilar einhverja milljarða króna hagnaði að þá koma samt fram forstjóra þess fyrirtækis og ósanngjarnt kannski að taka það út fyrir sviga, nefna þessum dæmi og segja en þetta er ekki nema svo og svo mikil framlegð. Já, svona afsakandi. Og segja í rekstri í þetta stóru fyrirtæki þá förum við fram á að það sé svo og svo mikil hagnaður, þetta er nú ekkert svo mikill hagnaður þegar við skoðum heildina. En á meðan situr bara fólk einhvers staðar í þjóðfélaginu og horfir á svo uppæðir og skilur ekkert hvað þessi maður er að tala um. Og þetta er eitthvað rof, held ég, í samfélagsumræðinni sem að, ef við ætlum að reyna að ná einhvers konar þjóðarsátt, að þá verðum við einhvern veginn að brúa þetta bil og þess vegna fannst mér viðskiptaþingi mjög áhugavert þegar Halla Tómasdóttir, forseti var þar og það sem hún ég túlkaði eiginlega þannig, hún hefði hálf skammað viðskiptalífið. Ég segi ekki fyrir væl, en næstum því að segja bara, heyrðu, ef að þið ætlið að öðlast ákvæmna virðingu aftur eða ef þið viljið koma atvinnulífið atvinnulífið og viðskiptalífið á sama stað það var, þá þýðir ekkert fyrir ykkur að stíga endalaust fram og tala niður stjórnvöld og tala niður verkalýðshreyfinguna og tala niður þetta. Þið þurfi líka kannski að stíga fram með góðu fordæmi og byggja brýr á milli ólíkra hópa. Þannig að ég veit ekki, kannski verður Halla Tómasdóttir þjóðarsátti. en þetta er líka allt svo samofið vegna þess að það versta sem gerist einmitt er að einhver sem er með lítið umleikis horfir á stórar tölur og skilur ekki samhengið endil í því og á ekkert endil að skilja það. En hvernig nálgun eru það manneskjur, er það framkoma einstaklinga, trúverðuleikið þeirra að ná þessari sátt og er þá ekki leiðin, er þetta ekki stjórnvöld fyrst og fremst sem þurfi einhvern veginn að koma fram með þennan sáttatón í stað þess til dæmis að fara að skammast í fyrirtækjum út af verðhækkunum eða einhverju slíku. Nei, og fyrirtæki líka, þetta er búið mjög erfitt fyrir fyrirtæki, maður veit það, fyrirtæki eru rétt að borga vöxtum og lánum, ná ekkert að borga meira og þessar launahækkanir og annað og við viljum hafa gott atvinnulíf, ef við erum ekki með gott atvinnulíf og eitthvað góðan rekstur, þá er þetta bara á leiðinni niður í skrúfuna, þannig að jú, ég held að allir séu svolítið bara í sínu horni og það er kannski ekki skrítið þegar umræðan er líka svolítið köll og svona í hæsta stigi og mjög æstu stigi og þannig að fólk heyri bara það sem það vill heyra og umræðan er svona kannski ekkert á mjög háu plani en manni fannst svo litið í viðtölum við fólk sem kemur nálega í verkalýðshreyfingunni, samtöku atvinnulífsins og stjórnvöld. Ég sammálaði Baldvin, það var svona örlítið, það var ekki svona hæstastig, það var svona smá, við verðum að díla við þetta krakkar, við verðum að, þetta er bara, annars erum við bara að fara enn eitt hringinn og allir óanaðir, þannig að það er alveg eitthvað smá vonum að... Sólveig Anna talaði til dæmis bara, ég vil alls ekki fara í samningaviðræður í haust, þannig að hún er ekki einhvern veginn að byrja með einhverja sleggju. Hún er ekki búin að slíðra alveg bara. Nei. Ég held að sjokkið hjá mjög mörgum hafi ekki endilega bara verið þessi stýrivaxtahækkun í gær, heldur verðbólgan í febrúar. Þegar og þar þegar ég var að ræða við fólk, það var þetta að útskýra þessa janúarhækkun með svona ákveðnum rökum. Þegar við fáum sömu tölu í febrúar, þá stöldruðu mjög margir við og fóru að hugsa, býtu, hérna er eitthvað í gangi og svona ég held að svona þegar fólk fór síðan að tala hvernig Seðlabankinn myndi bregðast við þá vonuðu mjög margir að Seðlabankinn myndi svona slá harkalega á puttana án þess að hækka vexti en ég meina Seðlabankinn gerði bara hann gekk bara alla leið og tónninn hjá Ásgeiri og þeim og peningastefnunefndinni var bara mjög harður þannig ég held einhvern veginn að svona síðustu vikur frá þessari febrúar verðbólgumælingu þá held ég að fólk hafi svona átt að segja að heyrðu við erum bara, nú þurfum við einhvern veginn að taka höndum saman og einhvern veginn að eins og þú segir ekki til að nota hástíð heldur einhvern veginn En við sjáum líka
hvaða persónur eru áberandi á hverjum tíma. Þá sáum við til dæmis, við vorum að ræða menntamál og Inga Sæland var mjög áberandi og síðan samgöngumál og þá var Eyjólfur áberandi og dómsmálin voru mjög hávæður hérna fyrir áramót, þannig að og Hanna Katrín með atvinnumálin og fiskveiðistjórnarkerfið, þannig að þetta við færst úr málaflokkum yfir í núna að vera bara heyrðu. Það bara allt í fokki og nú þetta bara Kristrún og Daði. Þorgerður meira og minna bara í Evrópu að fjalla varnar svona framtíð okkar í varnarsamstarfi. Þannig að það ekkert pláss fyrir neina aðra en þessi tvö. Ekki núna, nei, ég held að það verði mikill, og það kannski ekki búið að vera neitt rosa mikill fókus á þeim eins og þú nefnir, sko. Núna sá tími kominu. Já. Og Daði fór í, eins og í morgun í þinginu, þá fór hann eitthvað að tala að Sjálfstæðisflokkurinn hefði nú ekki staðið sér vel í COVID og hefði skilað þessum vandamálum, þannig að þegar menn eru farnir að hvað lengi hægt að kenna síðustu ríkisstjórn, hvað máttu í marga mánuða, mörg ár vera alltaf að kenna fyrir stjórn. Já, og hversu lengi getur fyrir ríkisstjórn bara sér á brjóst fyrir að hafa skilað öllu aðeinslu, skilur, hvenær svo tímapunktur komið að skilnaðurinn algjörlega, ég veit ekki, kannski sumar? Ég held reyndar svona pólitíst að þá eftir 12 mánuði þetta orðið ansi svona, þetta orðið svona þetta erfiður málflutningur held ég sko. Átt að vera fann að taka ábyrgðina. Já, ekki tala að taka 1 ára byrja í nýju starfi. Já, eitthvað svoleiðis. Nei, þannig að og þá líka sko á þeim tímapunkti einhvern veginn, ég skil þetta, ég meina Sigurður Ingi var sko lengi fram eftir þessu kjörtímabili að segja bara, heyrðu, þið eru endalaust að taka kredit fyrir allt sem að við gerðum gott og það hampa ykkur á hlutum sem að við vorum búin að gera, þannig að þetta tekur smá tíma, en á einhvern tímapunkti og þá hugsa maður líka bara fyrir sko stjórnmálamann, hvar ætlar að vera sem stjórnmálamaður og sem pólitíkus, hvar ætlar Daði Már að láta söguna dæma sig, ætlar hann að láta hann að dæma sig sem bara svona pragmatískan mann sem að svona komatn inn sem hagfræðiprófessor og gerði hlutin einhvern veginn, eða ætlar hann að stíga fram sem svona stór stjórnmálamaður og ég held að ef hann ætlar að fara þangað þá hann má ekkert mikið lengur vera að tala sko verk fyrir tíma, einhverju tímapunkti þarf hann að segja bara, heyrðu, þetta bara staðan, ég komin, ég mættur, ég ætla að díla við þetta og þarf þá bara að einhvern veginn að Þannig hann á einhverju mómenti núna í rauninni. Já, ég held það sko. Hann, við kannski kunnum flest vel við hann í framan af og sérstaklega bara að því að maður trúði því að hann væri ekki svona típisku pólitískus, heldur bara maður með þekkingu sem einhvern veginn kynni þetta og ég held hann eigi alveg hellingsgúttvill en það dugar okkur ekkert að líka við einhvern lengur. Nei, og bara eins og Baldur segir, þetta eiginlega mómenti, ætlar hann að vera embættismaður eða ætlar hann að vera stjórnmálamaður og leiðtogi í fjármálum og ég vona að hann verði frekar leiðtogi út af því að við þurfum slíkan í fjármálunum og það hlutverk ráðherra. En það gæti skapa titring inn í þessar ríkisstjórn. Já, nefnilega og kannski, byrja núningurinn og kannski það bara líka allt í lagi. Það kemur þá kannski eitthvað hreyfing á hlutina, það ekkert óeðlilegt í 3 flokka stjórn. En tímapunkturinn að fara í þessa umræðu ESB og hvort að vegum að fara í þessar aðildarviðræður og tímasetningin 29. ágúst sko, þetta góð tímasetning með við aðstæður eða þetta versta tímasetning sem hægt var að hugsa sér? Það náttúrulega einhverjir sem koma bara með samsæriskenningarnar þetta sé mjög góð tímapunktur ef að maður vill fá fólk til að kjósa já út af því að það verði allt í rugli með kjarasamninga og fólk bara svona nei, þetta get ég ekki meir. Nú verðum við að prófa okkur að nýja leið en ég held að það sé svona, það eru samsæriskenningarsmiðir sem eru þar. Já, ég veit ekki, það rosa margt framundan, sveitarstjórnarkosningar í maí og svo kemur bara sumarið og við vitum það sem fjölmiðlamenn að bara fólk fær sér pásu frá fréttum, það nennir ekki að hlusta á rökræðu þætti í sjónvarpinu og kvöldin, það vil bara út í birtunni. Þannig að þetta verður, ágúst verður alveg sprettlut með það og við höfum fundið að meira segja ágúst farin að vera rólegri, fólk lengur að bara setjast inn í veturinn. Það meira úti bara að nýta sumarið. Þannig að ég áttum ekki alveg á hvernig þessi stemming verður. Og þetta eiginlega ekki byrjað og maður finnur bara,
það eitthvað svona Brexit stemming yfir Mhm. landinu sko, sem að mér finnst pínu óþægilegt, þú veist, og maður hugsa bara, ég segi bara svo Egill Helga, bara guð minn góður, geti farið af landinu Já. næsta hálfa árið út, þetta bara svona hæstastigs öskur og auðvitað, og ég bara fann að kallað eftir því af bara venjulegu fólki að núti sem að langar að taka upplýsta ákvörðun, bara geti bara please sagt okkur nákvæmlega hvað þú veist, hvað ég að fara að kjósum, þetta að útskýra þetta fyrir mig rólega og þetta að setja þetta fram á góðan hátt og ég held að fjölmiðlar eigi eftir að gera það mjög vel, veist, það bara kannski ekki alveg komið að því en ég treysta á, ég veit að þú ert með þátt í næstu viku eða ekki? Jú, Já, það sem þið ætla alveg að krifja þetta Já. og segja okkur haft þetta ekki torkið sem að Já, tekur á þessum? jú, við ætlum einmitt að reyna að svara nokkrum af þessum spurningum og það búið að vera mjög áhugavert að við erum bara svona núna í þessari viku að ringja og bóka gesti og allir mjög til í þetta og finnst þetta frábær hugmynd en allir mjög meðvitaður sko, ok, ef ég kem í þennan þátt og tala svona reifa kost og galla sko, fólk áttar sér satt alveg á því út í hvað það að fara að því að og það sem að verður svo áhugavert held ég út frá sjónarhóli fjölmiðlamannsins sko, veist, hvaða viðbrögð munu einhvern veginn yfirgnæfa alla umræðu þegar þau geta skipt máli. Ég þá ekki að hafa áhyggjur af sko því að sko ég verði gagnrýndur eða RÚV verði gagnrýnd fyrir það sem við gerum, það bara hluta því bara þessu umhverfi sem við búum í. Ég miklu meira áhyggjur af því að sko hlutlausir eða fólk sem hefur kannski ekki mjög afdregna afstöðu annarkvort með já eða nei. Já, þú ert að tala um sérfræðingar, fræðimenn, veist eitthvað, að það fólk svona hugsi bara, heyrðu, ég nenni þess ekki, sko. Ég nenni ekki að láta æla yfir mig í alls konar komandakerfum bara því ég sagði eitthvað og einhver túlkað á einhvern annan hátt. Þannig að það verði jaðratnir frekar sem að að takast á. Nei, og það skemmtilegt út að við þurfum einlægni í þessu. Við þurfum að fólk segi og þora að segja álit sitt út frá sérfræðing þekkingu. En einmitt, maður óttast að fólk verði rosalega varkárt og þá það bara kommentakerfi sem ræður ríkjum í umræðinni sem ekki gott. Það alveg augljóst, mörg svör í þessar umræðu eru bara, ég veit það ekki, við þurfum bara svolítið að sjá til. Já. Þetta geti gerst og þetta geti gerst. Ein algengasta spurningin sem við erum að fá bara munu húsnæðisvextir til lækka ef við göngum í Evrópusambandið. Og þegar maður tala við bara langflesta þá segir líklega ekki strax, mögulega til lengri tíma en þá þyrfti þetta og þetta og þetta mögulega við tökum upp evruna og svo bara spurning, ætlum við að gera það þetta er svo mikið ef þetta er svo rosalega mörg ef þannig ef þú ert sko ef þú hefur mjög sterka skoðun í aðra hvora áttina það er miklu einfaldara það er rosa einfalt og það að vera í öðru hvorum öfganum og þá getur maður getur bara hort á það sem og bara pumpað eitt punkt og séð það allt út frá því og það er bara ekki góðu staður og það er þessi Brexit vibe sem ég að En maður finnur það líka sko að auðvitað hver og einn að meta út frá sjálfum sér og til dæmis eins og Sólveig Anna vill ekki fyrir Evrópusambandið því hún telur að launafólk hafið ekki gott eða láglaunafólk í Evrópu sem mikið atvinnuleysi og húsnæðiskrísa og annað þannig að þegar að hver og einn horfir út frá sínum hópi þá leggur hann bara mat á þetta og svo líka bara spurning hver og einn leggur mat á þetta út frá einhverju sinni framtíð sko við hljótum að vera að taka ákvörðun út frá einhverju að horfa 10 og 20 ár fram í tíman hvað þetta þýðir en hvenær höfum við verið góð í Nei, út af því að djúpi skilningurinn á Evrópusambandinu og þeir sem eru allavega einhverju sem eru Evrópusinnar svona í hjarta sér, þá snýst þetta eitthvað annað en bara þessa hagsmuni og hvað fæ ég og hvað þarf ég að borga, skilur við og meira bara að vera hluta stærri heild, að vera ekki afdalabændur heldur heimsborgarar, skilur að maður teiknar þetta mjög gróft en þetta svona, þetta sé í raun og veru meira félagsfræðilegt heldur en efnahagslegt og þetta sé svona að við ætlum að vera með ykkur í liði í framtíðin að díla við alls konar hvort sem það eru stríð og þess vegna var Evrópusambandið stofnað, skilji og svo loftslagsvandinn og eitthvað svona stærri mál sem eru stærri en þjóðríkið, skilji og þannig að
og þetta fólk kannski ekki droslega gott í að nefna samt einhverja svona beinlínis kostina eða hagsmunina, bara þú færð lægri vexti, þú munt fá meira atvinnuöryggi, það ekki, og þeim finnst það kannski ekki aðalmálið. Á meðan við Íslendingar erum bara, hvað fæ ég á næsta ári? Þetta bara, við höfum séð þetta, sko, ég meina, íslenska kosningarannsóknin er sko frábært tæki til þess að skoða svona hluti. Ég man þegar umræðan var sko nýja stjórnarskrá og þá var sko því ítrekka haldið á lofti að Íslendingar voru mjög hlynntir því að gera ákveðnar breytingar á stjórnarskránni sem var rétt, en svo sko þegar skoðaðir af hverju kaus fólk þennan flokk eða þennan flokk út frá hvaða málefnum, hvaða málefni voru það sem skiptið á máli, það var stjórnarskráin, sko, það var 1% kjósendur sem sagði ég greiddi atkvæði út af afstöðu flokka til stjórnarskrárinnar, það voru bara húsnæðislánin og atvinnumarkaðurinn og svoleiðis, þannig að þetta er alveg rétt, við kjósum með veskinu, sko. Já, og það er bara mjög mannlegt og bara mjög eðlilegt og sérstaklega þegar fólk er óánægt með stöðuna, en þarna, meina, Kristrún hafði alveg rétt fyrir sér í kosningabaráttunni. Ég meina, Kristrún, ég man ekki eftir að hún hafi einhvern veginn sagt bara nei, ég er á móti Evrópusambandinu. Hún var bara, henni fannst þjóðin ekki tilbúin í þetta mál út að hún myndi klofna. Það sé bara ólík viðhorf. En hún er samt að leggja þetta fyrir og er mögulega á versta kannski að kljúfa þjóðana. Ég var svolítið, sko, ég er að reyna að átta mig á þessu og ég átta mig ekki alveg á því af hverju þið ákveða þennan tímapunkt. Ég veit að það var búið að skoða hvort það var eftir að gera þetta sko samhliða sveitarstjórnarkosningum, meðal annars ástæðan fyrir það var ekki gert var einfallega svo að það væri bara ósanngjarnt að láta einhvern Evrópuumræðan að taka yfir alla umræði kringum sko sveitarstjórnarkosningarnar og það er bara töluvert síðan þau fóru að tala þennan dag í ágúst að þetta væri góður dagur og stjórnsýslan hefur svolítið verið að svona vinna út frá því að þetta sé svona góður dagur til að halda þessar kosningar, eða stjórnsýslan segi kannski ákveðið fólk innan ráðuneytina. En ég hefði á tilfinningum líka að ákveðin hefði verið bara förum ekki með þetta í annan þingvötur. En er þetta ekki líka spurningum hversu mikið tíma þau hafa eftir af tímabilinu til þess að vinna málunum, þetta má heldur ekki vera seint. Ég er eiginlega farin að sko halda það að þau telji að ef þau gera þetta núna hvort sem það verður 29. ágúst eða dregst eitthvað inn í september, ég meina umræðan á þingi þarf að klárast einhvern veginn fyrir mánaðamót maí, júní, ég held að sko svona gameplanið hjá stjórnin núna er að segja bara, ef þið stjórnarnastöðinni viljið tala áfram inn í júní, við erum alveg rólegt, þið getið talað inn í júlí áður við förum að hafa áhyggjur af kosningum í haust sko, við getum alveg haldið þær í október ef það verður niðurstaðan, en ég fór að hugsa daginn, af hverju núna, af hverju svona snemma, svo er Þorgerður Katrín farin að tala það að það sé líklega hægt að ljúka þessum samningaviðræðum á 1,5 ári, kannski er gameplanið hjá þeim að það verði hægt að kjósa þetta samhliða alþingiskosningum. Og fara í gegnum 2 þing þá. Og með breytingum og tilhengandi breytingum á stjórnarskrá. Og þá á sama tíma getur Þorgerður Katrín sagt að hún hafi sannarlega sett þetta á dagskrá og framkvæmt þetta á sínu tímabil og maður veit ekki hvað kemur næst. Þannig að það er líka sem ég hugsa sko, að þau bara með ekki tíma missa sko. Þetta hljóma nefnilega óskup minnlust að fara í þetta já eða nei núna. Af því að en svo er búið að skapa sko óttan, annars vegar við það að við séum einhvern veginn bara hafin, eða byrjuð í innleiðingarferli bara leið og við byrjum þetta samtal og líka það að við lendum mögulega einhverju kyrstöðu bara í ástandi, þetta er svona pínlítið eins og þegar að síminn er að kaupa sín, að það getur verið svona kyrstaða meðan hlutirnir þetta millibilsástand og að því að við viljum að þessi stjórnvöld þó leysi úr þessu vandamálum hér, haldið að þetta geti svona skadað bara þetta ferli sem við þurfum þó að vinna með okkar eigin vandamál. Það er alveg möguleiki. Ég held að tala um mögulega þjóðarsátt, ég held að fara svolítið eftir því hvort að hvernig ætlar atvinnulífið og verkalýðshreyfingin að stytta sér upp í þessari Evrópuumræðu, ætlar hún að gera hana að einhverjum peði í sínum samningaviðræðum við stjórnvöld, hvað ætlar stjórnarandstaðan að gera? Mér fannst nú Guðrún Hafsteinsdóttir svona
ég segi ekki hún hafi rétt út sátt á hönd en hún var allavega með eitthvað svona miðlugunar tillögu í þessum umræðum á þingjum Var ekki að fresta fram í október til að svona einhvern veginn að fá inn Feneyjanefndina og eitthvað svona en svo eru með miðflokkin, ég meina miðflokkurinn græðir ekkert á því að spila með þeir eru bara á bullandi uppleið og gengur bara vel hjá þeim, þeir eru með mjög harða afstöðu í þessu máli ég sé ekki alveg sko pólitískt til dæmis af hverju miðflokkurinn ætti svona stíga tilbaka og verða eitthvað svona lausna með þau. Ég sé ekki alveg hvað þau myndi græða því. Nei, ekki frekar í öðrum málum eins og bókun 35 eða eitthvað slíkt. Þetta bara henta þeim að vera á þessum stað. Þeir þurfi ekki að finna einhverja millilendingu þarna eða eitthvað. Ég meina bara stór hluti þjóðarinnar bara með þeim í liði þarna. Þannig að þetta bara út frá þeirra skoðunum því sem að þau hafa talað mjög lengi stefnu Sigmundur Davíðs þegar hann í þessari stjórn 2013 ákvörðun sem hann tekur á sínum tíma þetta hann getur bara bent og það sagt bara, ég bara búin að vera að tala á sama hátt núna í 15 ár sko. Og Lilja komin þarna líka Framsóknarflokkurinn en varðandi borgarmálin vegna þess að nú einmitt að því þú talar að ætti að kjósa í sveitstjórnarkosningur við ESB en það breytir ekki því að mörgum borgarfulltrúum finnst eins og þetta hafi bara verið hreinlega sett til höfuðs þessum kosningum að einhverju leyti. Þetta er svo ólík mál, ég held að sko sveitastjórnarkosningarnar eru svo mikið grunnþjónusta nærumhverfið ég ekki vissum að ég held að þetta fara alveg á sikkvot staðin í hausnum á manni hjá kjósendum sko, ég held að við þurfum að bara hafa meiri trú á kjósendum en það, ég held að þetta fara alveg á sikkvot staðin ég held að líka og ég held að hvað sem það er sanngjarnt eða ekki, þá held ég áhugi svona hins almenna kjósenda á sveitarstjórnarmálum ég held að hann kvikni ekki fyrir en bara tiltölulega skömmu fyrir kosningar þetta oft mál sem að þetta oft svona kerfismál, þú getur alveg haft skoðun á því hvort að það sé mikið á hólum á götunni eða ekki, eða hvort að barnið fá leikskólapláss eða ekki, en oft þetta mál sem að tengjast okkur tímabundið ævina, leikskólamálin skipta foreldra, leikskólabarna og ungt fólk sem að fara að stofna fjölskyldumáli leiður komið með börn yfir leikskólaaldur þá leikskólamálin svolítið hægt að skipta þeim máli held ég svona ef maður horfir bara inn í kjarnan á fólki þetta ég að hafa skoðun á samfélaginu. En við erum auðvitað bara mjög sjálf miðuð í öllu þessu. Þannig ég held að áhugin og þess vegna held ég að í rauninni hafi verið gott að fresta seinni umræðum þess að þingsályktun til eftir kosningar að ég held að núna við eigum svona viku 2 eftir þessari umræðu svo held ég að fókusin í kringum páskana mun bara hjá öllum færa svolítið yfir á sveitarstjórnum. Og byrjar aftur á þjóðhátíð í Eyjum. ESB-partíð stóra en hvernig bara ef við sjáum leiðtogana sem núna konið fram, ég menna það eru Hildur og það er Pétur Martins það er Einar Þorsteins og bara eftir að fá flokk fólksins eftir að koma fram og mann finnst svona þetta er fólk á svipuðum aldri svona, kemur einhvern veginn úr svipuðum grunni og svo kemur allt í einu Ari Edvald bara með svona miðflokks sjónarmiðin og svo Sunna mjög Sanna Magdalena segja mjög sterk með sína vinstri hugmyndafræði hvernig bara ef þú horfir yfir þetta, hvernig mun þetta teiknast upp? Sko, ég hef eftir að sjá svolítið meira af Ara ég hef eftir að sjá hann tala og heyra betur í honum til þess að leggja mat á það en mér finnst náttúrulega ég hef horfð á Silfrið daginn þar sem Björg og Pétur og Hildur voru og þetta eru náttúrulega svona mér finnst þau tala rosalega í kór sko og það sem að kannski áskorun Viðreisnar það sem þau höfðu í alþingiskosningunum var Evrópusambandið en þegar það er einhvern veginn tekið burt og svona, finnst manni mér finnst þau þrjú bara tala mjög í takt Pétur er svona aðeins að færa sig svona í átt að þeim frekar heldur en Heiða finnst mér, þannig að þau saminast þarna eitthvað staðar á einhverju miðju og ég meina þetta eru náttúrulega bara allt og margir flokkar flokkar að fá borgarfulltrú inn eftir 2000, ríflega 2000 atkvæði svo síðast. Það var komið 1 borgarfulltrú á 23 og að vera með 4 flokka saman í borgarstjórn. Þarna finnst mér bara grundvallar rugl í gangi, sko. Ofmargir flokkar, of mikið suða og svo þurfa að vera að steypa saman svona mörgum flokkum. Það þurfa að vera skýrara. Er pláss fyrir mjög afgerandi sterka hugmyndafræði?
bara það til dæmis sem við erum að sjá einkarekstur eða ekki einkarekstur og alls konar sviðum, sala eigna eða ekki sala eigna. Skiptir svona hugmyndafræði öllu máli í borgar- og sveitarstjórnarekstri og getur hún verið bara hamlandi að ná árangri? Ég held að hún geti skipt máli í kosningum. Ég held að flokkarnir leiti ofta að einhverju svona máli þar sem geta tekið sér einhverja stöðu til svona gagnvart kjósendum, en svo held ég þú sest niður og býr til eitthvað svona samning og eitthvað svoleiðis, þá flokkarnir eru flestir svona frekar pragmatískir sko. Talar Silfrið, ég horfði á þau þrjú og hugsaði gæti alveg verið með næsti meirihluti sko. Það er ekkert sem að segja mér eftir þetta að þarna séu 3 flokkar sem að hafa einhvern veginn þannig skoðanir að þau geti ekki náð saman. Ég held að sko Ari Edwald er þarna líka, ég held að Einar sé þarna líka, Sanna er kannski með svona mest afgerandi skoðanir sem eru sumstaðar á skjön við svona megin hlutan sem að þau eru að boða, en við höfum áður séð sko Sjálfstæðisflokk og VG saman í ríkisstjórn, þannig ég á þessum tímapunkti ef ég ætti að veðja núna þá myndi ég veðja á þetta verði Samfylking og Sjálfstæðisflokkur pluss einhver einn. Það er spádómurinn. Þú má spá. Já. Og ég ætla að segja ykkur af hverju, það vegna þess að það voru það mikla breytingar bæði innan Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks að söluræðan eftir kosningar verður miklu einfaldri heldur hún hefði verið ef það hefði ekki verið þessar breytingar. Já, en það er samt sko, það er raun og veru bara Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur sem eru með svona hreint borð og geta sagt við komum ekki nálægt þessu rugli en það síðustu ár, en allir hinir hafa tekið þátt í því einhvers staðar, þannig að miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur fara svona sterkastir inn í baráttuna, geta verið bara svona, ég hefði aldrei gert þetta svona, geta svona svarið allt af sér, þurfi ekki að taka ábyrgð á neinu. Eins og Framsókn síðast. Já, eins og Framsókn síðast, þannig að ég er ekki, veit ekki hvernig Samfylkingu mun ganga, mér finnst ekki stemming með Samfylkingunni núna, Pétur á erfitt verkefni fyrir höndum og hefur alveg tíma, en hann þarf alveg að koma með svolítið sterkar rödd inn í að það er eitthvað svona þreyta og Samfylkingin þurfa að hvíla sig og sé bara svona komið tíma á pásu. Og það er nóta bene við sjáum líka alltaf að landsmálin hafa áhrif í sveitarstjórnum. Þannig ef það fer að blása móti í landsmálin núna, ef að Samfylkingin fer að missa flugi þar og út af sko efnahagsástandinu, þá mun það klárlega hafa áhrif í þessum kosningum. Já, ég held að ég segi Sjálfstæðisflokkur, miðflokkur, Viðreisn. Já, ok. Og gætu kipt Framsókn með sér ef þau þurfa á því að halda mögulega. Já, ef þeir komast á blað. Þú veist, já, þú hefur efasemdir ég bara eins og kannanir eru núna gengur ekki vel. Nei, ég veldi líka fyrir mér sko að þetta snýst einstaklinga. Björg kemur af svona ákveðnum krafti með ákveðin fersksleika, ekkit langt frá Hildi í hugmyndum til dæmis. Pétur svona aðeins að sko, ég hefði eitthvað tilfinning að hann langi að vera meira afgerandi varði sko leikskólamál og samgöngumál og einkarekstur og þennan blandaðarekstur og allt þetta, en það eitthvað svona sem heldur aftur á honum. Þetta er erfið, þetta er svolítið flókin staða og ég meina Samfylkingin hefur gert fullt af góðum hlutum, byggt upp alls konar bara mjög góða velferðarþjónustu og bara svona ásýnd borgar og bara velgert, en það er bara komið svona eirðarleysi í fólk með bara finnst kannski verið komið aðeins of mikið að fitu hér og þar, að þurfa aðeins að mæra huga að bara grunnþjónustunni, bara til hvers erum við hérna og hvað þurfum við. Þetta er sérstakt að Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur er mjög oft nefnd. Já, mér finnst það svo lítið sérstakt. Getum við nefnt eitthvað annað? Má ég heyra eitt annað dæmi út af Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar er bara sko ég hef kynnt mér þessa starfsemi, hún er bara mjög flott. Er ekki bara 6 starfsmenn? Það er engin yfirbygging, það eru engin millistjórnendur, það er ekkert eitthvað svona sviðsstjóra fundir hægri og vinstri sem kemur ekkert út úr, þetta er bara svona beint samband við það sem er í gangi í borginni, þetta er raun og veru eins og hálfgerð eftirlitsstofnun með bara að borgin sé að sinna og passa upp á mannréttindi, hvort sem það eru innflytjendur, hinsegin fólk, ofbeldi, heimilisofbeldi og ég veit þess að þannig eru samráðsfundnir haldnir sem eru mjög svona effektífir. Þannig að ég var alveg til að heyra bara einhver önnur dæmi. Mér finnst eitthvað svo, sko ég verð bara að segja svo, mér finnst að vera talin í tískuna, þessi bara ekki töff að passa upp á mannréttindi. Og ég bara, mér finnst að vera orðað svo mikið. Finnst þér þetta að vera svona þessi
innflutta pólitík sem við höfum Já, talað stundum upp. mér finnst það. Mér finnst þetta vera að smitast inn í borgar pælingarnar, eða sem sagt inn í borgarstjórnarkosningarnar, svona slett af þessu að það sé bara ekkert töff að vera með frjálsfélagasamtök og það þurfi ekki að passa mannrétti og það þurfi ekki að huga þeim sem eru aðeins veikar í samfélaginu. En þetta fólk hefur bara greinilega aldrei labbað inn í gistiskýlið eða kvennaathvarfið eða komið inn í skóla í Breiðholtuna sem er verið að sinna mjög erfiðum málum eða svona mjög mikilvægum málum með börnum innflytjenda. Bara fæturnir eru ekki á gólfinu á mínum mati, þannig að ég er svona pínu búið með þolinmæðina fyrir þessari orðræðu. Ég skil það vel, en þess að við erum líka að fara, sko eins og í fjölmiðlum þá erum við að fara kannski úr þessum viðkvæmustu málum og við erum að tala um velferð dýra og yfir í síðan einhver bara risavaksin mál og það verður oft billegt þegar að er búið að henda einhver einni skrifstofu upp og segja, skerum hana, hún er algjörlega óþörf. Já, og bara getum við ekki bara passa mannréttindi og vera almennilega manneskjur en samt, tekja hans upp hnífinn og sé hvar við getum sparað og bætt grunnþjónustuna. Mér finnst svolítið svona auðlalegt. Já, en á móti kemur líka að svo erum við öskra á niðurskurð og eða breytingar allavega að það sé ekki þessi hitt og líka er þetta ákall til ríkisstjórnar sem að er með dýran rekstur. Þannig að er þetta kannski þeir hlutir sem að er auðveldast að skera niður. Það eru svona framlög til þessara málaflokka. Mögulega. Að því að þetta er kannski öskur í 2 daga í miðlum en svo bara einhvern veginn tagnar það. Við vorum að tala um það áðan að einmitt að sko það er oft gott að geta bent á eitthvað eitt, bara í svona pólitísku tilgangi að segja bara ég ætla að gera þetta er það sem, þetta breytist raunverulega að þau kjósi mig en ekki þennan og þannig að já, að geta bent á eitthvað eitt svona sem maður ætla bara að þurrka út örugglega, það er kannski tiltölulega einfalt, ég meina, en svo eins og þú segir, ég veit ekki hversu góð ákvörðun það væri eða hverju það myndi nákvæmlega skila. Mér finnst líka bara að vera að tala inn í ákveðin hóp kjósenda, mér finnst þess fyrir 10 árum hefði allt orðið brjála bara, oi hvað eru vond að ætla að hætta með mannréttindaskrifstofuna. Í dag er þetta meira svona stemming fyrir þessu, bara já, hættum þessu bómul. Já, en svo erum við líka einhvern veginn að tala um þessi köldumál, það er búið að stofna nánast flokk utan borgarlínu eða allavega fólk búið að segja þessu úr stjórnmálaflokki vegna borgarlínu. Þannig að það er svona, er þetta bara einsmáls dæmi og förum við yfir á það að því að við erum einhvern veginn öll svo heit út á einhverju borgarlínu eða sko hvernig er þetta teiknast upp? Er þetta bara, er nóg að vera með eitt svona hittamál? Haldið að almenningur sé rosalega heitur út á borgarlínu? Haldið að almenningur skilji nákvæmlega hvað borgarlína er Sko ég held ekki, sko Kjartan og Marta þetta voru með svona breytingatillögum daginn varandi þess að leggja niður borgarlínuverkefnið en svo kom eitthvað annað í staðinn. Já, svona forgangsakrein fyrir Ég verð bara að viðurkenna að ég las þetta og ég hugsaði, heyrðu, ok, ég veit eiginlega ekkert og ég veit bara raunverulega ekki og nú á ég að vera tiltölulega vel upplýstur hver munurinn er á borgarlínuverkefninu og því sem að þau var að leggja til. Ég hef lagt í nákvæmlega því sama. Ég las þetta, bara þau leggja freka til að verið forgangsakreinar fyrir strætó og ég alveg, er það ekki borgarlínan? Og ég bara þurfti að fara inn á borgarlína.is og bara, hvað er borgarlínan? Þá er þetta einhverju ákveðnir vagnar og bara, og þetta er einhver mannvirki og staðsetningst líka. Og þá fyrir svona, en ég meina, er ekki aðalmáli að sé forgangsakrein? Er það ekki eina sem þetta snýst? Við eigum að vera, við ættum öllu að vera fólk sem er með svona hlutar hreinu. Og ég hugsaði bara, ok, ef ég er bara, ég veit ekkert almennilega nákvæmlega munin á þessu, hvað ætli bara fólk sem að kannski hefur engan áhuga á þessu og hvernig getum við einhvern veginn ætlast til þess að það fari einhvern veginn að setja sig inn í þetta. En það er rosa gott að geta sagt bara ég er með borgarlínu eða ég er á mótinni. Og ég held að rosa margir sem að... Ég er með nagladekkjum eða ég er á mótinni. Og ég held að séu margir sem að bara eru bara samastað við eða jafnvel bara ekki einu sinni búin að fara á borgarlínan.is og sem eru samt með rosa sterkar skoðanir þessu út eða bara aðför gegn engabílnum eða bara við viljum samgönguvæna borg en vita samt í alvörun ekki í grunninn hvað borgarlínu er. En er ekki kjarnin í þessu að við værum ekki ræðum borgarlínu ef það væri ekki bara vandamál á samgöngum í borginni og þetta er eitthvað svona framtíðaverkefni sem þetta klárast eftir mörg ár og einhverju verið að fallin frá áður en að það gerist en er ekki veikleikin bara við erum ekki að laga hlutina
og þá þjónustu sem við þurfum að bjóða upp á frá degi til dags. Það ekki Jú, bara manni veikleiki? heyrist það vera ákall kjósenda, bara getið þið bara laga grunnþjónustuna, getið þið látið lífið mitt ganga ágætlega og þannig að mér líði vel að vera íbúi í Reykjavík. Og Björg ég held að Björg hafi ekki minnst á, hún meira að tala að skera niður í einhvers konar yfirstjórn í borginni og bara ráðhúsið sé morandi af fólki sem hægt að sem búið að missa bara mótsjóið eins og hún svona gefur í skinn sem kannski eðlilegt. Komið á mikið að nefndum og deildum og einhverjum samráðsfundum sem að skila ekki betri leikskólum eða betri samgöngum. Þannig að það svona eitthvað fókus þarna en mér finnst allir tala þetta. Þannig að ég alveg sammála, þau geta alveg unnið vel að þessu saman. En varðandi ég meina, það ekki sér íslenskt vandamál að umferð í höfuðborg sé eitthvað flókin, Nei, eða það sé verið að rífast einstakar framkvæmdir, stórar framkvæmdir sem taka langan tíma með tilhörandi raski, þetta ég held að sé það byrja öllum borgum í kringum okkur, ég bjó í Stokkólmi mörg ár og það var bara hending, hvort að maður komst sömu götu í ákveðnu köflum í borginni og En það eru samt fleiri valkosti, það eru strætó og það eru neðanjara gerði en það sem ég að meina að þetta bara fylgir því, borg og sérstaklega þegar hann á takmörkuðu landsvæði eins og stór hluti Reykjavíkur bara út frá strandlengjunni, þá búið skipuleggja byggð og það búið skipuleggja einhverja stofnaðar og það kemur að því að það bara svo stækkar borgin og bílum fjölgar og fólki fjölgar og það að fara að gera einhverja breytingar og þá verður svo umræða alltaf mjög erfið og sársaukafull og hún mun taka tíma og hún flókin og það eru marga skoðanir á því hvort að þetta vera göng á, þetta vera brú á Miklabraut að fara í Stokk og svo framvegis en þetta er bara eðlilegur vaxtaverkur fyrir borg. En við getum ekki bóra okkur saman við Stokkólmi heldur. Nei, við erum bara pínulítil og ég bjó Árásum, bjó þar í nokkur ár. Árásar og svona kommunurnar í kring bara, eru yfir 300.000 manns, þannig sjáu að þetta er miklu stærri en allt höfuðborgarsvæði. Það er bara strætóarðar og bílaumferð og hjólaumferð. Það er ekki metró og það er ekki boðið upp á í þessari stærðagráðu, þannig getur ekki bara gert þessu Árásar, þetta gengur rosa vel þar. En maður hugsa ekki meira svo Árásar. Please verið meira svo Árásar. Þú mátt velja Árásar, ég ætla að velja New York. Já, New York. Finna góða fyrirmyndir. Segja stundu þetta er kannski bara að loka þessu, fá bara eitthvað þýskan verkfræðingur og Volkswagen til að koma og stjórna þessu landi. Við erum ekkert stærri það. En svo það líka, þú veist að meðan pólitíkin í átökum þá bara heldur lífið áfram hjá fólki og til dæmis það að það eiga sér stað mjög bæði náttúrulega breytingar og markaðslega breytingar eins og það að fólk farið að sækja sér bara deilibíl og skilja hann eftir bara hér og hvar, bara eins og hjólinn og annað og þess vegna finnst manni rifrildið stóra samgöngumátan vera kannski svo bilað af því að það samt ýmislegt að gerast sem að mun einfalda okkur lífið og við erum kannski alltaf að bíða eftir að pólitíkin komi bara með þessi 10 mál lægið þetta og þá getum við farið að bara hætta að hugsa um þetta og hætta að hafa eitthvað heitar skoðanir og þetta verður bara hluta daglegu lífi. En verður það nokkuð tíma? Nei, kannski þurfum við bara til að hafa eitthvað til að tala um. Já, einmitt. En ég held að lykillinn að því væri að við værum eins og nættur áðan að tala 10-20 ára plan. Já. Og ég veit raunverulega ekki hvernig við sem samfélag eigum að komast þangað. Já, finnst þér en það alveg verið að tala um svona löng plön en við höfum enga þóla með því. Nei, ég segi það og rifrildi verður svo mikið ef einhver koma fram og segja heyrðu, við bara eftir 10 ár eða eftir 15 eða 20 ár verður við býtu, hvað ætlar að gera fyrir maður morgun þetta er svona og öll finnst mér svona samfélagsumræða fer mjög hátt upp á háastigið og drekki svolítið þeim röddum sem er að reyna að tala fyrir plani í eitthvað lengri tíma alveg sama hvar í pólitík þau standa Niðurstaðan þjóðarsátt, en þá þurfa allir að koma að borðinu. Við getum líka bara, Bjarni, kannski getum við bara viksla hluturkum, ég meina það væri alveg hressandi að Bjarni Bern væri bara formað VR og Sólveig Anna færi í Samtök atvinnulífsins svo þau myndu sjá þetta út frá nýju sjónarhorni. Hlutverkaleik. En þau þyrftu í alvörun að berjast fyrir hagsmunum sinna félaga, og þyrftu bara að sjá þetta algjörlega og fengi eitthvað
bónus ef þau myndu leysa það vel eða eitthvað, þú veist, Heyrðu, eða það er stytt af sér, það er- mikið stytt af sér, en bara getum við fengið að sjá bara, veist, og það fólk bara inn í sínu. Þetta briljant. Já, Geggjuð hugmynd. Fáum við bara í smá leik, Hugsaðu bara, hlutverkaleik. Bjarni Benediktsson hefði orðið bara verkalýðsbaráttumaður, Já. þú veist, og að heyra, já, allavega, ég hefði gaman að því. Ha? Þetta er geggjað. Hérna, ef að það væri kosið núna ESB, já eða nei, hvernig haldið að andrúmsloftið sé núna? Svona hlutföllin hjá þjóðinni. Vá, mér finnst ég bara ekki hafa neina tilfinningu fyrir Nei. því. Nei, Þú veist, ég bara veit fyrir kannanir hvað þetta stendur sirka, en mér finnst En þá bara meina ég bara varðandi sko þessa Að fara inn í- þjóðaratkvæðagreiðslu, já. ekki afstöðu. að fara inn í bara að skoða þetta. Já. Ég held að við séum á forvitin til þess að segja nei. Já, ég held það En líka. svo erum við líka svo íhaldsum til þess að segja já. Þannig að ég veit það ekki. Of sjálfstæð. Já. ég held að snúist það, sko, hvort að þeim sem eru á móti þessum samningaviðræðum takist að sannfara nógu stóran hluta það að bara með því að segja já, að þá munum við fara í einhverja róttækar reglugerðarbreytingar. Já. Þetta snýst ekki um rosalega stóran hóp sem getur fallið á milli, sko, já eða nei. Já, og svona nota með ótta, sko, Já. svona að verði ekki aftur snúið. Það verður ekki aftur snúið, Já. sko. Þannig að ef að þau rök ná að snúa nógu mörgum, ef við bara, það verða að gera hér alls konar breytingar og við förum í alls konar aðlugun sem að bara við það að fara í þessar viðræður. Ef þau rök geta snúið nógu mörgum, þá held ég að neginn hafi þetta, en ég held einhvern veginn ef þeir eru bara kosið á morgun, held ég að jáin myndu nú vera við fleiri, sko. Kannski þyrfti að koma að skýrari skilabóð frá ríkisstjórnin okkar þetta og stjórnarandstæðan kalla eftir því segir að komi allt og mikið þögn frá Kristrúnu og hún sé ekki segja nógu mikið þetta ferli. Kannski þyrfti að koma bara svolítið svona skýrari upplýsingapakki. Mér finnst rosa skrítið hvað þær voru og hafa verið í miklu vörn gagnvart þessu. Þú kemur fram með svona stór ákvörðun að vera einhvern veginn ekki tilbúin með línurnar. Og Inga Sæland einhvern veginn fer í vörn á þingi þegar hún spurði hvernig ætlar að kjósa. Þetta var óþarfa upphlaup. Mér finnst það einhvern veginn líkt af því að þau hafa einhvern veginn ekki alveg verið búin að ákveða, við ætlum að tilkynna þetta og það var einhvern veginn fínn blaðamannaffundur og eitthvað svoleiðis. En svo, og hvað, heldur það einhvern veginn að það myndi að segja bara, já flott, þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst. Sjáumst í ágúst. Sko. Og leið og þú ferð að sjá sko pirring í svörum Daða og Kristrúnar, þá ferð að upplifa veikleika. Já. Þá ferð að upplifa svona, heyrðu, við erum ekki alveg örugg með þetta. Já, og er eitthvað sem þið eru ekki að segja okkur. Já. Vitið eitthvað og eru þið ekki að segja okkur. Akkur getið þið ekki bara svarað þessum spurningum. Bara upp með kassan og bara koma skýrt fram. Já, ég held að þau þurfa að gera það ef þau ætla, því að ef þau ætla að gera þetta í gegn, sko, þá ég held að þau þurfa að stíga fram með meira afgerandi hætti. Þið varst að bæla í 29. ágúst og af hverju, ég held að þetta sé bara af því að þjóðin er svo ofboðslega slök á sumurinn og það er bara svona, já, er þetta ekki fínt bara, við erum sjaldan í bylting á sumurinn. En svo bara ef við líka eftir að sjá, ég meina, hversu hátt hlutvall þjóðarinnar nennir síðan að mæta á kjörstað, sko. Svo er það annað. Og það er alveg, ég meina það er alveg viðbúið, ég hugsa fyrirfram myndi ég halda að þeir sem eru harðir á móti séu líklegri til að mæta heldur en þeir sem eru. Það er svo gerist í Brexit. Já. Þannig að sko, það er líka þáttur sem að þarf að taka inn í, sko, hverju munu síðan mæta kjósa. Haldið þetta sé líka dálítið landsbyggðin höfuðborgarsvæðið? Örugglega, ég meina kannanir benda til þess. Já. Það hefur verið gegnum tíðan að meiri stuðningur á höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni. Enn eitt kannski málið þess að verðum að sjá svona svolítið afgerandi mun á afstöðum. Og það náttúrulega snýra að þessum þáttum sem að samningurinn næri ekki til, sjávarútvegur og landbúnaður. Það sem að þessar atvinnugreinar hafa meira vægi á þeim svæðum er náttúrulega miklu líklegra að fólk hafi kannski meiri efasemdir og þurfa að fá miklu skýrari svöru því hvað nákvæmlega er að fara að gerast. Bara fyrir þorpið mitt. Já, ekki bara fyrir sjávarútveg á landinu, heldur bara fyrir mig og fyrir litlu búðina sem er hvaða raunverulegu þýðingu hefur þetta fyrir okkur. Sko. Maður stundum velti fyrir sér þegar maður er að ræða þetta kannski yngra fólk og allt í einu, sko, þeir sem eru á móti þessu að eru fatnar að tala hagsmunni sjávarútvegs svo bænda og hvað með þig? Það er alveg hægt að leiða okkur út í alls konar ótta og hættur að við verum yfirtekið með einhverjum hætti en í grunninn þurfum við kannski að fá upplýsingar hvað þetta þýðir fyrir bara okkur sem einstaklinga. Og kannski þurfum við bara að segja já við því að skoða þetta betur til þess að fá þau svör.
Já, ég meina það eru, veist, það ekki tægt að horfa fram hjá því, það eru svæði í Bretlandi sem á Englandi sem fóru mjög illa út úr þessu á sínu tíma, veist, sjávarútvegsþorp þar sem fóru bara mjög illa út úr þessu, þannig að það er mjög auðvelt að benda á það og segir bara, heyrðu, hvað með veist, Stykkishólmur, það næsta Sönderland, veist, eða hvað það og ég meina, þeir sem að vilja að Ísland gangi í Evrópusambandið, held ég að þurfa að vera sko mjög vel undirbúin að hafa svör við þessu og það þýðir ekkert að segja að þetta er nú ómálefnilegt, af hverju við höfum verið að skoða einstaka þorp á landinu það er bara veruleikinn sko, fyrir rosalega margar. Já, og maður verður að bera virðingu fyrir að bera virðingu fyrir aðstæðum hvers og eins. Það er kannski það sem pólitíkin þarf að lesa eins í. Frábært að vera með ykkur. Sömuleiðis. Erla, Baldur, takk. Takk.